og þá þetta byrjað. Jæja venni, 2-1 sigur, aftur, 2 leikir í röð. Hver svona þín upplifun að leikslokum? Bara svipað og síðast, þetta gríðarlega erfitt. Fylkisliðið náttúrulega algjörlega frábærlega, bæði vel mannað og vel spilandi. Þrátt fyrir að stigataflan sýni kannski annað, þá er mikil gæði í þessu liði og við þurftum svona aðeins að þjást í fyrri hálfleik fannst mér. Mér fannst Fylkismenn allavega svona fyrstu 20 mínútur, hálftíman ofan á og við vorum lengi að ná svona utan þetta. En í seinni hálfleik vorum við algjörlega búin að ná þessu. Við vorum algjörlega spiluðum lyftrandi knattspyrnu í allavega megin húka og seinni hálfleik. Einmitt. Tala hans við hann Kára eftir leik og ég minnst á pressuna, bæði mörkin kom upp pressu. Já. Að þið svona nýtt ykkur það að Fylkir létt spilandi lið sem þú eru að spila. Já, en þetta auðvitað líka stórhættulegt. Við lögðum upp með það eins og svo sem gerum alltaf að reyna að pressa þegar það er hægt og það gekk ekkert sérstaklega vel í fyrri hálfleik. En það vildi þannig til að við náðum að skora 2 mörk úr svona pressu. En það var alveg 5-6 sinnum sem þeir spiluðu þessu frábærlega út úr pressunni og við fengum okkur svona hálfgerð áhlaup sko. Þannig að þetta svona veðmál gekk upp. Upp í staði skoruðu fleiri en þeir. En eins og ég segi, það er mjög erfitt að pressa. Þeir eru hugrakir á boltann og vel spilandi. Þannig að við vorum effektífir í dag. Eitthvað sem kannski þarf að skoða, hvað þið fengum í marga fría skalla, sérstaklega Orri. Það átti 5 skalla eftir hornspyrnu eða eitthvað. Já, ég meina þetta lið er náttúrulega bara líklega besta lið í deildinni að finna hausinn á Ásgeiri og Orra, að finna hausinn á hafsendurinn sínum inn í teig. Þeir eru gríðarlega sterkir inn í teig. Ég meina skoruðu úr 3 hornum í síðasta leik og bættu við marki úr horn í dag. Þannig að það fór alltaf hann þegar við fengum okkur horn, en þetta er bara erfið menn að kljást við og það gekk vel það ekki 10 horn, það gengi vel þá í 90% tilvika. Já, einmitt. En nú til þess að Ásgeir þurfti ekki eins að skalla, hann fengi bara í lappirnar, frýr inn í teig. Sástu eitthvað hvað gerðist þar? Já, ég sá það ekki auðvitað nákvæmlega, ég sá hann auðvitað bara sparka boltanum í sláinn inn, en þeir eru klókir eða, ég held ég sé alltaf að dansa á línuna með að vera löglegir í svona blokkuringum og færslum. Ekki það ég sé neitt endilega brot þarna, en þeir eru bara mjög klókir í þessum hlaupum inn í teig. Einmitt. Segðu mér aðeins Baldur, hvernig er staðan á honum? Baldur tóknaði á ökkla fyrir núna einhverjum 2 vikum. Þetta er bara þessi klassísku ökkla meiðsl, þannig að það kemur náttúrulega smá pása núna og það er alveg fræðilegur möguleiki að hann verði klár bara í næsta leik. Já. En væntanlega ekki Aron? Já, Aron, svo sem, þetta er svona, tökum bara skref fyrir skref þar. Hann í raun og veru, ég er bara ekki alveg komið á hreint hversu slæm hans meiðsl voru. En ég meina hann er byrjaður að skokka nú þegar. Já, okay. og þannig að það er alveg aftur. Það er fræðilegur að hann sé með í næsta leik líka. Einmitt. Herðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið og til hamingju með sigurinn.